Komið þið sæl, við sjáum hér tunglmynd frá bandarísku veðurstofunni og geimferðamiðstöðinni. Þetta sýnir í raun og veru Norður Atlantshafið og við sjáum hér 5 nefnda fellibylji eða hitabeltistorma og síðan einn í Kyrrahafinu. Við erum komin upp í Vaff í stafrófinu, það er hitabeltisstormurinn Viki sem var nefnd núna síðast og það þýðir nú líklega að við verðum komin í gríska stafrófið áður en þessu fellibylja tímabili verður lokið. Fellibylurinn Paulette sem við sjáum hér, hún kemur til með að koma aðeins við sögu hjá okkur líklega helgina. Verður þá orðin að bara venjulegri lægð en fellibylurinn Sally er á leiðinni á land við Louisiana og veldur þar talsverðri úrkomu og flóðum. En það er nú ekki fellibyljir hjá okkur hér nær Íslandi en það er nokkuð djúp lægð sem gengur nær landi og skilin frá henni valda hvassri sunnanátt og talsverðri rigningu á morgun. Við fáum síðan suðvestanátt í kjölfarið og síðan myndast hæð hér suður á landinu sem verður til þess að lægðagangurinn verður allur hér yfir Ísland úr suðvestri næstu daga. En það gengur sem sagt í þessa hvessu sunnanátt í fyrramálið, það hvessir fyrir hádegi og gular viðvaranir taka gildi á hádegi yfirleitt bæði á Breiðafirði og síðan á Vestfjörðum og eins á miðhálendinu. Vindurinn verður þetta 13 til 20 metrar á sekúndu en gæti vel farið í 23 metra í meðalvindi til fjalla bæði á miðhálendinu og svona á heiðum á Vestfjörðum. En í fyrramálið er nú hægari suðaustlæg átt hér á suðvestanverðu landinu. Það verður ekki farið að rigna klukkan 8 en rigningin verður komin hér einhvern tímann upp úr hádegi. Það er frekar hlýtt í veðri enda loftmassinn sem fylgir þessari lægð nokkuð hlýr. En það rignir líklega á Annesjum, á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi í fyrramálið og eins og með suðvesturhornið þá gengur rigningin til austurs. En það verður líklega lengst af þurrt á Annesjum norðan til. Það er bjartviðri á norðaustanverðu landinu, vindur heldur hægari þar og líklega aðeins lægri hiti af því að það verður bjartviðri í nótt og ekki útiloka að það verði næturfrost að minnstakosti við jörð og kannski ekki í 2 metra hæð. Það er heldur rólegt að litast líka á suðaustanverðu landinu og gæti verið bjart allavega austanörafa eitthvað fram eftir degi. En seinnipartinn á morgun þá verður rigningin komin hér við suðurströndina og á allt vestanvert landið en það verður áfram bjartviðri á norðausturhorninu en ekkert ólíklegt að þessi úrkoma færist síðan aðeins yfir norðanvert landið en verði kannski slitróttari þar. Í kjölfarið kemur suðvestanátt með skúrum á vestanverðu landinu. Skúrirnar gætu alveg gengið inn á Húnaflóa og mögulega inn í Skagafjörð og svo með suðurströndinni en svona austan Eyjafjarðar verður líklega þurrt og væntanlega hlýtt í Hnjúkaþey sem að myndast í suðvestanáttinni. Það er ekki ósvipað veður á föstudag. Það má sjá að hér er komin áframhaldandi suðvestanátt, hún kannski gefur aðeins eftir því sem að líður á. Hitastigið ennþá þetta 10 til 12 stig, jafnvel hærri þegar best lætur Hnjúkaþey á austanverðu landinu en svona 9 til 10 stig og skúrir hér vestanlands. En það gengur sem sagt í þessa hvessu sunnanátt á morgun, það eru gular viðvaranir í gildi við Faxaflóa, við Breiðafjörð og á Vestfjörðum og miðhálendinu. Hvassast verður líklega á norðanverðu Snæfellsnesi og til fjalla eða á fjallvegum á Vestfjörðum. Það er þurft að kalla á norðaustanverðu landinu þó það verði kannski einhver slitrótt úrkoma þar annað kvöld en rigning og jafnvel svona talsverða köflum hér suðvestan til. Verið sæl.